ætlum að hefja styrkleikana og ég held að ég ætla að byrja því að bjóða hana velkomna, hana Rakel Ýr og hana Óla og börnin þeirra 2 til Eyja. Þau höfðu samband við okkur í fyrra til að taka þetta kefli hingað til Eyja og prófa að halda styrkleikana og þetta að sjálfsögðu eitthvað sem að minnir okkur öll á að meinið það fer ekki frí, hvorki helgar eða yfir nóttina, en ég ætla samt sem áður ég held eitthvað áfram að bjóða hana Rakel velkomna og hún ætlar að segja þetta nokkur orð. Gjör svo vel, Rakel. Já, takk. Komið sæl, ég Rakel, þetta Bergunonni og þetta Heklarón. Þau vilja vera með, af því þau vita hvað gaman á styrkleikunum. Ég ætla að færa ykkur góða kveðjur frá bæði stjórn Krabbameinsfélags Íslands og starfsmönnum. Þau eru mjög spennt að heyra fréttir, hvernig gengur hér. En við erum hér komin til að ganga saman í heilan sólarhring og þannig sýnum við í stuðning okkar við krabbameinsgreinda. Það er ótrúlega þakkarvert að finna fyrir hlýjunni að koma hérna til Eyja og hvað allir eru tilbúnir að bregðast við. Þetta er bara alveg einstakt og ég finna bara hvað krabbavörn á sterkt bakland. Það sem við ætlum að gera í dag er það að við ætlum að ganga hringi og við erum búin að teikna upp 2 hringi. Annars verður hringur bara eftir malbika, hringinn í kringum sviði. Og tjörnina? Niður fyrir tjörnina og tilbaka. Hinn hringurinn er upp eiginlega á tjaldsvæðið og hringinn þar. Við erum búnar að merkja þetta, þannig að það ætti svona ekki að villast, við sjáum ykkur það villast og gripum við ykkur. Það farið út úr dalnum og beygir hjá sjúkraskýlinu til vinstri og eins og þið séu að fara að hitta lögguna á þjóðatíð og farið síðan eftir gamla vatnspóstinum að gamla vatnspóstinum og síðan bara veginn út og aftur inn á malbyggið. Passar. Við erum búin að setja hjá flöggunum, það er bekkur, á honum eru teljarar. Og við ætlum að telja alla hringina sem eru farnir, sem við göngum í dag. Þannig að litli hringurinn, hann er 1 klikk, en ef þið farið stærri hringinn, þá er það 3 klikk. Og það gerum við til þess að sjá síðan í lokin hvað við hefum gengið langt og hvað við náum að gera mikið sem samfélagi, við stöndum saman. Af því að einn einstaklingur sem labbar hérna í sólarhring, hann gerir töluvert minna heldur fjöldi af fólki. Þannig að þetta getur verið bara svona skemmtilegt að sjá hversu langt við komumst. Og það var ósk frá krabbavörn að við myndum telja bara öll saman, þannig að það eru nokkrir teljara hérna og skiptir engu máli á hvaða teljara klikkið eftir hvert hring. Þannig að já, ég held að þetta séu svona praktísku upplýsingarnar sem ég er að gleyma. Nei, bara við erum með Guðrún mín, hún fór til Írlands síðustu helgi. Ég nefndi ekki að tjalda. Mér finnst alveg bara, það var alveg þetta grafalvarlegt. Þannig að ég bara náði þjóðtíðatjaldið mitt og tjaldaði því núna svo að við getum kannski sest þar inn og fengið okkur kaffi og með því og það er reyndar ekkert sterkt þarna í tjaldinu núna, þetta er fyrsta skipti held ég sem það gerist en við erum með fína aðstöðu þarna inni í kvöld eða í dag kvöld og nótt svo er kaffi og súkkulaði eða svismis hérna inni og keks og risbólo og gos og eitthvað svona. Þannig að það geta allir náð sér í orku sem að það vilja og ef einhverju verður kalt þá erum við með aðstöðu hérna fyrir innan líka og erum við hitar og allt saman. Þannig að aðstæðan, hún er ekki að skemmi fyrir okkur. Eina sem mig langar kannski að bæta við þetta hjá Rakel er að ég legg til að allir íti svolítið á sitt fólk að koma og labba með ykkur og klikka með ykkur. Þannig við þurfum að búa til stærri hóp og við gerum það bara með því að íta á fólk að koma og labba. Og það þarf ekkert að labba neitt þessi lið sem við erum búin að skapa, þessi búa til þau ekki 4? Jú. Ég held að þau eru flest að fara að tengja saman sólarhringinn sem þetta bara frábært. Aðrir koma og fara og fólk má bara gera það eins og það vill. Aðalmáli er að klikka og við sjáum hvað við náum, er það ekki, að gera þetta mikið og lengi. Já, algjörlega, við þolum ekki að tapa hérna. Unnum KR með síðustu helgi, ekki gleyma því. En líka í viðbót, það er fjölskyldu skemmtunina klukkan 3
og hún verður ekki öðruvísi að nema fólk mæti, þannig að þið megi líka íta svolítið á fólki kringum ykkur og hjálpa okkur að búa til svona stemmingu milli 3 og 4 og síðan, síðast en ekki síst, þá það í rauninni ljósastundin okkar klukkan 21 í kvöld sem okkur langar að gera svona tákgræna og fallega. Við ætlum að reyna, náum við að setja þetta á tjöttina eða ætlum við bara að búa þetta til í kringum tjöttina kannski? Sko, hugmyndin þannig að við erum bæði með svona ljósapoka sem fólk getur keypt hjá okkur og skrifa þá einhver skilaboð á eða teikna myndir eða bara svona einhverja almenna kveðjur. Það ætlum við að reyna að raða á brúna og síðan líka hægt að kaupa kerti sem við ætlum að reyna að fleyta á tjötninu á eftir. Þannig að ef að þið, viljið ekki skrifa á pókana þá erum við líka með kerti við það. Ok, æðislegt. Og þarna segi ég líka, þarna þurfum við að íta á fólki að koma í kvöld með okkur til að kvita. Þannig að það okkur Griftuð á þessa gæs á morgun mögulega allt liði hjá. Stefnir á næsta stig, þú þarft að